sveitarstjórnar og samlagsráðs þessa mjólkurbús Borgarneshússins að bjóða okkur hingað fulltrúum frá Mjólkursamsölunni og Mjólkurbúi Flóamannanna. Okkur er það mjög kært að mega vera hér á þessum hátíðisdegi þegar þið eruð að taka í notkun og vígja þetta glæsilega hús sem á að þjóna þörfum bændanna og neytendanna hjá komandi árum og áratugum. Það mun flestum hafa sótt sem að koma í þetta mikla og þarfa hérað, borgarfjarðar hérað, að þeir hrífast af fegurð héraðsins og auðlegð þess í náttúrugæðum. Hér býr ein mesta auðlegð náttúrugæða í íslensku landbúnaðarhéraði. Og í samræmi við þetta þá er fólkið stórhugað og þegar það framkvæmir þá gerir það rösklega og það verið framkvæmt mikið hér á undanförnum áratugum. Borgfirðingar standa í fremstu röð íbúa landsins framkvæmd. Maðurinn upprunninn í þessu héraði, hann mætti einu sinni á þessa leið, rístu og sýndu, sætt og rögg, sólin í miðjum hlíðum, dagsfyrir sem gryfja hamarshögg, heimurinn er í smíðum. Og Borgfirðingar, þegar ekki látið á sér standa að smíða heiminn, taka þátt í því að smíða heiminn, og það er stefnt í gömlum íslenskum málshætti hver er sinnar gæfusmið. En með hverju verða menn gæfusmið? Það er með því að halda rétt á verkfærinu sem við vinna með og að vinna að verkefnum sem að veita fólki hamingju. Og það er við sannlega gert hér og þið hafið veistlað það afl sem grísk hefur orðið til þess að smíða hamingju Íslands á síðustu áratugum, það er samvinnuhreyfingin. Þið hefur tekið hann í þjónustuggar og notað hana til þess að lyfta undir bætt lífskjör og blómlegt líf. Þetta er ykkar gæfa og ég vil virðveiti við sem einstaklingum þakka ykkur fyrir ykkar þátt í því að gera landið okkar betra og byggilegra heldur það var þegar við fæddustum sem að nú erum orðnir gamlir menn. Ég vil óska ykkur hjartanlega til hamingju með það framtak sem hér er verið að vígja í dag, þetta glæsilega hús, þessar miklu vélar sem að hér eru samankomnar í þessum sölum og ég er sannfærður það að þó að þetta hús sem ég segja sé fullstórt eftir mig í dag, þá verður það ekki of stórt þegar fram í sækir og þá verða sannlega allir fegnir og þakklátir fyrir það að hafa haft svona rúmt og fyrir framtíðina. Mjólkurbúið í Borgarnesi. Það hefur mikið samstarf, eins og hér hefur áður komið fram, við Mjólkursamsöluna í Reykjavík og Mjólkurbú Flóamanna. Þessi stærstu mjólkurbú hér á suðvesturlandi, Mjólkurbú Flóamanna og Mjólkurbú í Borgarnesi, eru þeir aðilar sem að standa að samsölunni á þessu stærsta markaðssvæði landsins. Og þessi mál voru sett á sínum tíma og þau hafa reynst vel, bæði fyrir bændurnar og neytendurnar og ég vona að þessi fyrirtæki eigi eftir að vinna lengi og vel saman á þessum sama grundvelli. Mér var talið leið ég fer hér upp í ræðustólinn að afhenda hér smá gjöf frá þessum
félagssamtökum, Mjólkurhúsins Mjólkursamsunni og Mjólkurprófana og ég vil byrja einhverja mjólkurstjóra en ég hef svo verið að koma hérna. Ég verður bara aðeins að benda honum á hvað þetta er. Það með kassi, pakkaður fyrir meðan ræðustólinn og einhver annar með það. Þetta svokölluð myndvarpa og tjald til þess að sýna myndirnar á. Ég vona að mjólkurbúið hér safni sem mest heimildum í myndir. Ég gerir ráð fyrir að það verði í framtíðinni mjög gagnlegt að eiga myndir af þeim flestum atburðum sem gerast, bæði á mjólkurbúinu og hér í grenndinni og að þetta tæki geti þá komið að gagni við að sýna félagsmenn og öðrum þessar myndir. Svo tek ég þakkir mínar og hamingjóskir og læt máli mínu lokið. Mina damer och herrar, Pressbyråerna, herrar och dagens mejeriinvigning visar upp stora tekniska framsteg. Sedan det gamla mejeriet planerades och byggdes. Mikla tækniframfarir hafa átt sér stað í mjólkuriðnaðinum. Þetta sést best þegar við berum saman nýja mjólkursamfélagið sem vel að nýja í dag og það gamla. När en tank blir fylld med mjölk skiftas påfyllningen automatiskt över till en annan tank. Áfyllning mjólkurgeyma sjálfvirk þegar einn orðinn fullur tengist sjálfkrafa inn á næsta geymi. Man kan förinställa ett förlopp för mjölkens väg. Hægt að ákveða fyrirfram ýmsar einstöður á sig. Automatiken sörjer för att ledningar, tankar och apparater diskas bara genom att en människa trycker på en knapp. Geymar, rör og önnur tæki vegin með því aðeins að hrista á knapp. Idag har datorerna kommit in i produktionen. Og þróun heldur áfram, nú þetta tölvustýringar sem ryðja sér til rúms. Det fullt möjligt att ordna så att leverantörerna kan se på sin TV-skärm hur mycket mjölk han eller hon har levererat idag. I dag det búnaður sem gerir bændum kleift að fylgjast með á sjónvarpsskermi hversu mikla mjólk þeir fá í mál og hversu mikið þeir senda í samlagið. Även fetthalt och kvalitet. Einnig hægt að sýna fituprósentuna og gæði mjólkurinnar. Ja, man har faktiskt kommit så långt som man kan ordna att leverantören sitter i sitt kontrollrum
och styr sin kobesättning. Það jafn hægt að tæknivæða búskapinn þannig að mjöltum og allri umhirðum stjórnað og þar til gerðu stjórnherbergi. Det enda leverantören inte kan se på sin TV-apparat, det är om meritdirektören åkt till Hollywood eller Laos i Reykjavik. Framleiðandinn getur þó ekki fylgst með því á skerminum hvort mjólkurbússtjórinn í Reykjavík að skemmta sér í Hollywood eða á Östunum. Och det behövs inte. Ty de isländska mejericheferna har i sanning varit och är duktiga. Enda ekki þörf á því að bústjórar á Íslandi eru og hafa ávallt verið duglegir og samviskusamir menn. Man blir som skandinav imponerad av den maskinpark och det produktsortiment och den kvalitet som man åstadkommit. Sem Norðurlandabúa þykir mér mikið til koma hversu tæknivæddur íslenskur mjólkuriðnaður er, einnig hver framleiðslan fjölbreytt og í háum gæðaflokki. Nu måste man akta sig så att inte tekniken springer ifrån människan. En þess ber að gæta að tæknivæðingin nái ekki yfirhöndinni. Då kan det bli som för mor Sigurdur långt borta vid Stefansjökull. Þá getur það farið eins og fyrir henni Sigríði sem bjó undir jökli. Hon var en äldre dam som hade varit rask i hela sitt liv, men nu började barren krångla. Hún var orðin roskin en hafði verið við bestu heilsu allt sitt líf, en nú var maginn farinn að angra hana. Mor Sigurdur hade följt med den tekniska utvecklingen och därför tog hon det där lilla provet som doktorn brukar vilja ha med sig i en termosflaska. Hún hafði alla tíð fylgst vel með og setti því prufuna sem læknar vilja gjarnan á hitabrúsa. Hennes gubbe Jon for i gängor och Sigurd följde med mjölkbilen till Borgarnäs där hon tog bussen till Reykjavik. Þetta var höst og Jóna var í göngur þegar Sigríður var af stað til Borgarness með mjólkurbílnum og síðan áfram með rútunni til Reykjavík. Doktorn undersökte mor Sigurd både bak och framme och kom så småningom. Læknirinn rannsakaði Sigríði mjög nákvæmlega och bad att få det där lilla provet. og sagði svo að honum kann gjarnan vildi sjá prufuna sem hún kom með. Mor Sigurd lämnade stolt fram flaskan till doktorn. Sigríður rétti honum hitabrúsan Och han slog upp i ett litet spetsglas. Læknirinn tók við brúsanum og hellti úr brúsanum í lítið dyrunaglas. Han tyckte färgen såg misstänkt ut. Honum fannst liturinn á pröfunni eitthvað grunsamlegur. Och han luktade på det och sa: herregud, mor Sigurd, det luktar kaffe. Hann lyktaði af sýnishorninu og sagði síðan við Sigríður, þetta eins og kaffi. Då sa hon: herregud, då har Jon fått en annan termos. Sigríður alltaf orðið góður Jón hefur farið með hinn brúsan í göngu.
i många problem. Við hönnun mjólkurhússins í Borgarnesi hefur orðið að finna hinn gullna meðalveg. Vi har vägt fördelar och nackdelar och utgift mot inkomst. Þurft hefur að vega og meta kosti og galla, kostnað og fleira. Men vi har inte glömt människan. En mannlegi þáttur hefur ekki gleymst. Hon ska uppleva sin arbetsinsats som meningsfylld och ge arbetsglädje. Menn verða að finna sig í starfi og hafa af því ánægju og gleði. Den silhuett som mejeriet avtecknar mot den rodnande solnedgången Þegar nýja samlagið ber við himinn í kvöldróðanum får vara ett vittnesbörd om initiativ och skaparglädje i Borgafjorden. þá mun það minna á framkvæmdagleði og dugnað manna hér í Borgarfirði. Må jag med dessa tankar och ord också få tacka för ett utomordentligt gott och gagnerikt samarbete under hela byggnadstiden. Með þessum hugleiðingum vil ég þakka fyrir sérstaklega gott og ánægjulegt samstarf á byggingartímanum. Samtidigt önskar jag Borgarnes leverantörer, mejeriets ledning och personal lycka till med den nya anläggningen. Jafnframt óska ég bændum, stjórn og starfsmönnum mjólkursambandsins innilega til hamingju með nýja samlagið. Tackar så mycket, Joakim. Fyrir nú 16 ár þessum hér á villi. Það eru 2 ár eftir þess að þessar einni svíðast á að segja frá. Það fulltrúi frá Tetrapakk segja nokkur orð. Göran Nilsson, varsågod. Tetrapakk önskar mjölkursamlaginu till hamingju med nya mjölkursamlagin upplägg och Tetrapakk vånar att detta tippi från Orienti väldigt pryd och mini av vinna från Lumi Twitter. Inleverandet.
tekur til máls sýslumaður okkar, Rúnar Guðjónsson. Ég vil mega nota þetta tækifæri og óska uppgjöra í Borgfirðinga, mjölkur saman í Borgfirðinga, mjölkur framleiðinu og öðrum íbúum á félagsvæðinu til hamingju með þetta veglega mjölkur samhús sem tekið er fram í notkun í dag. Með sannum að segja að stórframkvæmdir setji þessar undir svip sinn á borgfiskabyggð og borgfiskmannlíf. En allt þetta gert íbúinu til heildar eða þess að minnstakosti vænst. Þetta hús er enn eitt tákn hins nýja tíma og verður glögg vitni bættum hag fólks og öflugu starfi. Þá ber húsið einnig vitni inn í öru framþróun tækninnar á okkar dögum, en það er ekkert ráðist á. Húsið er reist hér við hlaðvarpa hins forna höfuðborgs þeirra feðga, Skallagríms og Egils sem sagður voru miklir búhöldar. Trúlegt er að sá stórhugur og myndarskapur sem á baki þessa byggingu hefur verið þeim að skapa. Ég endurtek hamingjuóskir mínar sem ég flyt einnig fyrir hönd beggja sýslumanna. Ég leyfi mér að óska þess að húsinu og þeirri starfsemi sem framtíð því megi fylgja gæfa. Ágætu gestir, ágætu heimamenn, hér hefur margt fallegt verið sagt í dag og í sjálfu sér er ekki mörgu þar við að bæta. Ég vil þó þakka fyrir hönd þingmanna Þessalands þann stórhug sem hér hefur verið sýndur vegna byggingar þessa mjólkursamhúss. Það er trúa mín að þessi dag marki eins konar tímamót. Að minnstakosti vil ég leyfa mér að vona það. Enda þótt hann marki ekki eins mikið tímamót eins og í árdaga mjólkuriðnaðar hér í Borgarfjarðarhéraði. Mjór er mikið vísir. Það er löng saga síðan mjólkurfræði var kennd í kjallaranum á Hvanneyri síðasta haustið fyrir aldamót. Nokkur hluti þeirra sögu hefur verið rækin hér. Ég ætla mér ekki að bæta þar neinn í sjálfu sér. En ef ég mætti óska einhvers, þá vil ég óska þess að sú aðstaða myndaðist í íslensku landbúnaði að þessi bygging og sá rekstur sem hér mun verða á komandi árum muni marka þáttaskil í atvinnusögu þessa héraðs, þessa landshluta. Ég óska ykkur innilega til hamingju með þennan dag.
Frammi. Mig langar sem smá framleiðandi af þessi í 40 ár flytja okkur samleginu hamingjóstir með að ná okkar á þessu handverki sem byggingu, þessum tækjum og sem búnaði sem er. En jafnframt þá langar mig þess að líka að þakka fyrir það að átt hlut að því að þetta handverki var veist. Ég minnist þeirra daga þegar við fremning þessum kostum í undirbúningsnefnd þess að vinna því að skipuleggja og vinna grundvöll að því að þetta handverki veist, vorum að ræða saman. Þá sagði Árni Sigurður Guðbrandsson: það er ekkert mikið að láta eins og andvirði eins árs framleiðslu mjólkurinnar á svæðinu til þess að byggja mjólkursamning. Og við vorum hægt að okkur hversu stórt skyldi byggja, hversu mikið skyldi leggja í það framlögum. Og hann var bestur. Hann taldi að framtíðin líti hér í þessu frjósamarkið að leifa það sem byggði stórt. Það talsvægt á í mér það hvort ég leggja hér í sliðsnefndu eða leggja hér í ræktu og lands. Ég hafði ungur mestan á að rækta, ég datt að rækta og rækta mikið. En ég hefði mikla áhugamann Halldór Páls segja það að besta fjárfesting á Íslandi er að leggja hér í sliðsnefndu. Og það tókast mikið í mínum huga á hvort betra væri að leggja hér í ræktun heim í bændunum eða byggja stórt mjólkursamlag. Niðurstaða mín var sú að hvort tveggja er rétt. Að hvort tveggja er rétt að leggja mikið hér í ræktun heima á bæjum með bændunum og að leggja hér í mjólkursamlag því að það þjónaði hvort tveggja sama tilgangi. Þetta hús er komið. Það búið að segja hvað það er kostað. Líklega 22 milljónir í krónum hvers árs sem í það var lagt. Kannski 40 milljónir þegar það búið að framreikna þetta. Mér telst til að mjólkurframleiðsla þess að gerast núna í ár. Hún verði yfir 40 milljónir. Það er ekki eins árs mjólkurframleiðslu að reisa þetta mannvirki þó það sé reiknað fram til verðgildis eins og það er í dag. Og ég líti að láta í ljós ánægju með það að það kostar ekki meira. Og ég held að það sé rétt sem að hér er komið fram í dag að það er eðlilegt að byggja til framtíðar þegar byggt er vandræð og það sé ekki meir en eðlileg hlutur í þessu frjósama og góða byggðarlagi að hafa byggt svo stórt sem að geta verið. Ég vil líka á þessum hátíðisdegi flytja óskir frá Stéttasambandi bænda til bændanna í þessu byggðarlagi. Hamingjóskir með þetta framtak. Ég veit að þetta verður ekki þessi þeim til heilla, þetta verður öllum íslenskum náttúrunum. Og ef að tekst þess að ég er að hljóta að takast að með nýjum mannvirkjum fullkomnum og nýrri tækni fullkominni sé hægt að auka fjölbreytni í framleiðslu. Sé hægt að stækka markaðinn fyrir mjólk og mjólkurvörur, þá lítur þetta að geta leitt til þess að sé að auka mjólkurframleiðslu í landinu og ekki síst á þessu framleiðslusvæði. Ég vænti þess að bjartsýni Sigurðar Guðbrandssonar megi verða sá leiðarvísir sem þessu fyrirtæki verður stýrt eftir í framtíðinni. Það er sátt og heitt í þessu framleiðslu.
loforð sem þér hafa verið flutt og allar gjafir sem þér hafa einnig verið hafið. Ég þakka þessar fallegu blómakörfur sem eru á Sambandi íslenskra samvinnufélaga, dráttarvélum og síðan ekki síst frá starfsmönnum samlagsins. Þetta eru fallegar gjafir en þó veitanlegt en sem það er ekki í. Nú, við þakka ykkur öllum fyrir komuna, þessu margir félagsmönnum og framleiðendum hafa lagt á sig að koma hingað og vera hér. En það sem eftir að gera núna er að borga. Við höfum framleitt matur hér frammi í herberginu við aftan okkur og það þarf kannski örfáar mínútur til þess að við gera klárt ef ég má nota svo en hérna í matsal starfsliðsins hefur verið stillt upp ostatýningu þannig að þeir sem komast nú ekki að borða alveg strax þeir geta þá nota tíma til þess að skoða og bragða á ostinum þetta fram á efri hæðinni í hinum enda hússins. Nú eftir matinn verður okkur og einn desert sem var að segja Ágúst Þorláksson og þeir gera og sannsögðu held á þessi garðettir og Jóna Hans mættist líka vel. En ef einhver sem ekki hefur skrifað í gestabókina sem var látið að taka í stóri þegar komið inn bókin það ennþá til að byrja það sem ekki hafa skrifað í bókina að gera. Nú en að öðru en að nota þær reikningar sem verða framfórnar.
fljótum til að stilla fókusinn. Já, já.